Dagurinn sem innrásin sjálf átti sér stað var 25. júní 1950 þegar KPA, her Norður-Kóreu, réðst yfir landamærin. Til að byrja með átti suður-kóreski herinn, ROKA, erfitt með að standa í stál við þann norður-kóreska. Aðallega vegna þess að suður-kóreski herinn var illa þjálfaður og ekki með mikinn búnað. Einnig var innrás KPA fáránlega vel skipulögð. Það var ljóst að suðuríski herinn þurfti aðstoð og þá komu Bandaríkin undir Harry Truman og Sameinuðu þjóðirnar og hjálpuðu til. Eftir fyrstu árásina var stríðið nánast bara fram og tilbaka, en seinna blönduðust Kínverjar inn í stríðið og studdu Norður-Kóreu. Árið 1951 hófst umræða vopnahlé, en það var ekki undirritað fyrr en 1953, þar sem ríkin sættust að hafa 38. parel myndi vera landamærin þar sem landið skiptist í tvennt. Í dag, 9. september 1948, höfum við loks náð því sem við höfum unnið að marga áratugi. Við höfum stofnað sjálfstætt alþjóðaveldi í Norður-Kóreu. Við höfum nú náð að kasta á okkur nýlendu herrunum og fjármagnsöflunum sem hafa haldið okkur niðri í áratugi. Kórea mun ekki lengur vera undir áhrifum erlendra ríkja. Við munum byggja upp okkar eigin samfélag byggt á réttlæti, sósíalisma og jafnrétti. Ég segi það núna með fullvissu. Norður-Kórea mun ekki leyfa bandarískum herstöðum með öðrum erlendum öflum að komast inn í okkar land. Við munum sjálf ráða yfir okkar framtíð. Við munum berjast gegn öllum þeim sem reyna að bæla niður frelsi okkar. Þetta er ekki aðeins barátta fyrir Kóreu, heldur barátta fyrir heiminum. Við munum byggja upp nýja þjóð þar sem þjóðin er ávallt ofar hagsmunum einstaklingsins, þar sem hver og einn borgari vinnur fyrir sameiginlega velferð. Við munum líka beita okkur fyrir því að sameina alla Kóreu, bæði norður og suður, undir einni stefnu og einu stjórnarfyrirkomulagi. Sjálfstæðri og sósíalískri Kóreu sem fer í átt að frelsi og velmegunar. Þetta er fyrsti dagur nýs tímaskeiðs og við ætlum að nýta hann til að byggja upp sterka og sjálfstæða þjóð. Árið 1951, fyrir 8 árum síðan, var einn litríkasti stjórnmálamaður þessi tíma kjörinn forsætisráðherra Bretlands, Winston Churchill. Winston Churchill. Það var ekki fyrsta skiptið sem hann hafði það hlutverk, en hann var einnig forsætisráðherra 1940 til 1945 og leiddi því Bretland í seinni heimsstyrjöldinni. Churchill er þekktur sem mikill ræðumaður og hann flutti margar ræður fyrir bresku þjóðina og leiddi Bretland frá bjarmi ósigurs til sigurs. Eftir að Hitler komst til valda í Þýskalandi varaði hann oft við alvarleika þeirra vígbúnaðar sem Þjóðverjar bjuggu yfir og hvatti til þess að Bretar stigu inn í áður en það yrði of seint. Hann stappaði stáli í anda bresku þjóðarinnar með frægum ræðum. Joseph Stalin fæddist 18. desember 1878. Hann átti erfiða æsku og faðir hans var mikill drykkjumaður og kom því ekki frá hástétt. Hann var mikill kommunisti og náði yfir bolsévíkum eftir baráttu við Trotskí eftir að Lenin dó. En bolsévíkar höfðu tekið yfir Rússlands í rússnesku byltingunni og stofnað Sovétríkin. Stalin var mikill harðstjóri sem lét sér fátt að finnast
tilfinningar annar fólks. Hann gerði 5 ára áætlanir sem einkenndu hans stjórnunarhátt. Þær voru settar í Sovétríkjunum til að iðnvæða þau. Það sem var mjög einkenndi fyrir 5 ára áætlanirnar var vopnaframleiðslan, en hún var gríðarleg. Stríðsrekstur var í hámarki og Sovétríkin urðu iðnríki. Stalín stemdi á útbreiðslu kommunista og vildi leggja undir sig lönd í Austur-Evrópu og setti þar áherslu á vopna- og stálframleiðslu. Ég, Jósef Stalín, taka yfir Sovétríkjana og ráða koma öllum löndunum saman í Austur-Evrópu og gera eitt stórt ríki. Stalín var til dæmis yfir Sovétríkjunum í seinni heimsstyrjöldinni miklu og var einn af aðal karakterunum í seinni heimsstyrjaldarinnar. Þar sem fólk hræddist mikið við Stalín var það að hann vildi alls ekki hafa neitt ósammála sér. Hann bjó sér til ímyndaða óvinni sem hann kom fyrir kattarnef og sendi í Gulag, sem voru vinnubúðir Stalíns. Ég treysti þér ekki. Þú ert óvinnur. Ég ætla að senda þig í Gulagið. Ha, mig? Já! Stalín, sem mikill andkapitalismi, var ekki hrifinn á Bandaríkjunum, sem og öllum löndum sem voru ekki sammála honum, og vildi því alltaf reyna að gera betur en þau ríki. Stalín hafi verið lengi veikur, en versna mikið á síðustu árunum, en síðan 5. mars 1953 lést hann úr heilablóðfalli. Nú eru komin heil 6 ár síðan og núverandi forseti Sovétríkjanna Nikita Khrushchev. Í dag, 14. maí 1955, var Varsjárbandalagið stofnað. Khrushchev, þú verður að sjá þetta. Til fyrsta framkvæmdastjóra Nikita Sergejevich Khrushchev, 9. maí 1955. Kæri Khrushchev, það er á minni ábyrgð að láta þið vita að í dag, 9. maí 1955, hefur Vestur-Þýskaland formlega orðið meðlimur NATO. Þessi ákvörðun breytir töluvert hernaðarstyrk Vesturblokkarinnar og er stór ógn til öryggis kommúnista þjóða. Starfsfólk telur þetta hafa mikil áhrif á valdajafnvægi í Evrópu. Iðnaðar- og hernaðarstyrkur Vestur-Þýskalands veldur því að við þurfum virkilega að styrkja okkar hernaðarlið. Það er nauðsynlegt að við svörum á afgerandi hátt til að tryggja öryggi Sovétríkjanna sem og bandamann okkar. Vegna alvarleika þessa ástands verðum við að koma strax saman til umræðu mögulega aðgerða. Þar á meðal möguleikan á því að stofna sameinað varnarskipulag fyrir kommúnistaríkin. Við verðum að sýna heimsvaldasinnum að ógn þeirra mun ekki fara ósvarað. Við bíðum þínum leiðbeiningum. Vestur-Þýskaland partur af NATO. Hvernig getur það verið? Hvað skulum við gera? Veistu, söfnum saman löndum og stofnum okkar eigið bandalag. Varsjárbandalagið. Hvaða lönd? Hvað gerir þetta eiginlega? Og ég skil ekki neitt. Þetta verður sambærilegt NATO. Söfnum saman kommúnistaríkjum í Evrópu og verðum sterkara bandalag en NATO. NATO var stofnað 1949 þar sem Kanada, Bandaríkin og Vestur-Evrópuríki stofnuðu saman hernaðarbandalag. Þegar Varsjárbandalagið var síðan stofnað voru meðlimir þess Sovétríkin, Albanía, Pólland, Tékkóslóvakía, Ungverjaland, Búlgaría, Rúmenía og lýðræðisríkið Þýskaland. Bandalagið gengur út á það að ef eitt ríki skyldi lenda í árás þá myndi hin löndin aðstoða og það sama gildir NATO. Október 1957 var Sputnik 1 skotið út í geiminn af Sovétmönnum. Sputnik 1 féll svo aftur til jarðar og brann í lofthjúp jarðar 4. janúar 1958. Uppskot Sputnik olli því að margir Bandaríkjamenn urðu hissa vegna þess að þeir töldu sig bara undan í tæknilegri þróun gegn Sovétmönnum. Þetta var það sem markaði upphaf heimkapphlaupsins í kalda stríðinu.
Eftir þetta var gríðarleg samkeppni milli Bandaríkjanna og Sovétríkjanna hvað varðar geiminn. Í október sama ár var Sputnik 2 skotið út í geiminn einnig af Sovétmönnum. Sá gervihnöttur innihélt fyrstu lífveruna sem fór upp í geim, hundinn Laika. Laika var flækingshundur sem fannst á götum Moskvu sem var síðan tekin í tilraunina. Hún táknaði bæði vísindalegar framfarir og líka siðferðislegar breytingar í dýratilraunum. Sagan hennar eða harmleikur hennar mögulega ein mesta áminning fórnir mannkyns til að afla mönnum upplýsinga. Planið var ekki að skila henni aftur til jarðar en hún lifði aðeins í örfáar klukkustundir út í geimi. 8. maí næsta ár var Sputnik 3 skotið út í geiminn af Sovétmönnum. Í gervihnöttunum voru 12 tæki notuð til að rannsaka efri lofthjúp jarðar og geiminn. Sputnik 3 var einnig þyngsti gervihnötturinn á þessum tíma. Þessi gervihnöttur átti þó í upphafi að vera fyrsti gervihnötturinn að fara upp í geim, en Sovétmenn ákvað að senda Sputnik 1 fyrst, þar sem hann var mun einfaldari hnöttur.